Já, komið þið sæl. Við ætlum að fara hérna aðeins yfir bátavagna. Þetta er svona aukaefni sem að kemur með stýrstöðarnáminu. En við þurfum svona stundum að fara með bátinn okkar landliðina á milli hafna og milli staða og þá er sá báturinn settur upp á kerru og kerran dregin síðan að bíl. Og það er svona ýmislegt sem þarf að gæta að í sambandi við það svo að sú ferð verði nú svona sem einna öruggust fyrir alla vegfarendur. Nú, hér sjáum við nú eitthvað sem við skeð greinilega. Þarna hefur kerran losnað aftan úr og lent hérna framan á bíl sem hefur að koma móti með slæmum afleiðingum. En ljósabúnaður og eftirvagn, það gildir saman bátakerfur eins og bara aðra hérna eftirvagnar, hvort sem það eru vagnar til vöruflutninga eða hvort það eru tjaldvagnar eða hérna hjólhýsi. Þessu þurfa að vera stöðuljós aftan og framan ef breyti meira en 1,6 metr. Hemlaljós, þokuljós, númeruljós, gletugu, þríhyrndu rauð aftan hérna, gletugu, ferhyrndu og hvíta framan og svo gletugu, ferhyrndu og gul á hlið. Og ekki er það verra að eiga númeraplötu til að setja hérna aftan á bátinn til þess að númerið á dráttabílnum sjáist. Eftirvagnar breiðar en 2,3 metrar, það eru breytaljós, 2 hvíta framan og 2 aftan. Eftirvagnar sem eru lengri en 6 metrar þurfa hliðarljós. Og eftirvagn má ekki vera breiðar en 2,55 metrar og má ekki ná meira en 30 cm út fyrir borahlið dráttabílsins. Það er að segja að má ekki vera meira en 60 cm breiðar en dráttabílinn. Almennar reglur gilda um lengd eftirvagna sem ekki mega vera lengd en 12 metrar og hámarkslengd bíls og eftirvagns er 18,5 metrar allt í allt. Og eftirvagn má aldrei vera þyngri en skráður í skráningarsíðunni dráttabílsins, annars vega fyrir vagn án hemla og hins vegar fyrir vagn með hemlum, en það eru til svona vagnar með hemlum sem að bremsa bara leið á bílinn. Þannig að þá mæðir ekki eins mikið á bremsum bílsins. Í eldri bílum er þess að þyngdar ekki skráðar í skráningarskírteini og gildir þá reglan að eftirvagn án hemla má ekki vera þyngri en helmingur af eiginþyngd dráttabílsins. Þannig að ef einhver dráttabíl er með 1 tonn af eiginþyngd þá má vagninn ekki vera meira en hálft tonn. Stöðvunarvegalengd. Þegar eftirvagnar aftan í bíl má reikna með að stöðvunarvegalengd aukist 20%. Þannig að við þurfum þá að gefa okkur kannski 20% meira bil á milli bíla þegar við erum í umferðinni heldur en að við myndum gera annars ef við varum ekki með neitt aftan í okkur. Því þarf að hafa það í huga þegar svona bílið er ákveðið að þetta er svona, það eru 20% meiri vegar. Allir eftirvagnar sem með leyfða heildarþyngd yfir 750 kg skulu vera búnir hemlum. Á þyngri vagnar skulu hemla vera samtengdir í hemlum dráttabílsins og ekki er skylt að hafa hemlunarbúnað á eftirvagnar með leyfilega heildarþyngd 750 kg eða minna. Einungis stærstu og öflugustu fólksbílar og jeppar mega draga hemlalausa vagna sem eru næst 750 kg þungir. Þyngd eftirvagn má aldrei vera þyngra skráður í skráningarskírteini dráttabílsins, annars vegar vagn á hemlu og hins vegar vagn með hemlum og í eldri bílum þar sem þyngd er ekki skráðum á vagnin aldrei vera meira en helmingur af eiginþyngd dráttabílsins. Þessi kannski mynd hérna á svona sína það að dráttabílinn á alltaf að vera þyngri heldur á vagnin svo þess að þau væri hérna á vogarstöng eða vegarsalti. Þetta er veltipunkturinn hér. Þá ætti vegarsaltið að sitja á þeim enda sem bílinn er á. Nú gæta þess þar líka að eftirvagn sé ekki það framþungur að hann geti skert stýriseiginleika dráttabílsins. Þetta er svona sýnt hvernig hann er
þungur að framan og þrýstir bílinn svona sniður aftan að framhjólin eru farin að fatta illa. Jafnvel lyftast upp svona í hólum og svoleiðis. Það farið yfir hraðahindranir og þannig. Og þá þarf einnig að gæta þess að vagn með tveimur öxlum sé ekki það afturþungur að hann geti lyft dráttabílnum hérna. Þannig er við hjólum á lofti bara aftan og svo þarf að gæta þess að binda bát tryggilega niður á vagnin þegar það farið lengri ferðir. Það er að segja strappan eins og sagt er hérna niður til að halda honum niður á vagninum. Vagn má ekki vera breiðari en 2,55 metrar. Hann má ekki vera meira 30 cm úr hvora hlið dráttabílsins og ekki vera breiðari en 60 cm en dráttabílinn. Svo þau minnst á áður. Ekki lengri en 12 metrar og hámarkslengd bíls og vagns er 18,5. Ekki til ákveðnar reglur á hámarkshæð eftirvagna. Umferðarbréf og jarðgöng er gerð fyrir hámarkshæð 4,2 metra því þarf að hafa það í huga þegar akstursleið með háan bát er ákveðin. Það lendir ekki undir svona ef hann er mjög hár. Aukaspeglar þegar eftirvagn er breiðari en dráttabílinn en nauðsynlegt að hafa aukaspeglar til að tryggja útsýni aftur með bílnum og það er þannig sýndur svona spegill sem er smeltur hérna utan á bílspegilinn og hægt að sjá þá lengra aftur með vagninu, með þessu sem að sér þá betur hvort að þessi bíl að koma eftir að reyna að komast fram úr. Öryggi og tengi, það er keðjan öryggi, þessi keðja sem er hérna og tengir í. Ef tengi hrekkur eitthvað kúlir, tekur keðja við, þannig að þá fer ekki vagnin að beita aftur á næsta bíl. Þetta minnkar hætta á eftirvagnin renni fram á næsta bíl sem kemur eftir. Beigt með eftirvagn, það er það sem maður þarf að hafa í huga svona þegar það er beigt. Það er að við þurfum að fara dálítið lengra hérna inn í beygjuna áður en við beygjum til þess að vagnin fer ekki hérna upp á gangstíg jafnvel og valdi öðrum vegfarendum ýmiss konar óþægindum. Þarna er sýnt svona það sem þegar beigt er líka til eins og hérna til vinstri að þá fer vagnin svona, þá þurfum við að keyra bílinn svona. Það farið alltaf vel inn í beygjuna hérna og fara svona svokallaða borgarstjóra beygju sem kölluð er til þess að ná að beygja þarna af öryggi svoleiðis að vagnin þarf ekki að fara hérna inn á vitlausa akrein hérna í beygjunni. Hámarkshraði með eftirvagn, það er almenna reglan að bifreið með eftirvagn má ekki aka hraðar en 80 km/klst. Bílar með óskráð tengitæki má ekki fara hraðar en á 60 og eftirvagnar sem eru 750 kg eða þyngri má ekki draga á meiri hraða en á 60 km/klst, 60 km. Þannig að gera það allir. Hjól getur gengið inn í legur hjóla á vögnum þegar bátar eru sjósettir. Og helst að vörnin fyrir skemmdum er að sprauta fersku vatni á leguhúsin í hjólunum eftir að þau hafa farið í sjó. Einnig getur verið líka mjög gott að vera með smurkoppa á leguhúsunum og dæla koppafiti í koppana þegar búið að vera með vagnin í sjó og þá þrýstir það sjónum út úr leguhúsunum. Og svo að lokum, þyngri vagnar skipta miklu stöðunarvegalengd. Þyngri vagnar þurfa meiri stöðunarvegalengd. Hemlunarbúnaður dráttabíls þarf að vera í góðu lagi. Hleðsla vagns þarf að vera hentug svo hægt sé að stjórna dráttabílum að öryggi. Ljósbúnaður vagns þarf að vera réttur og í lagi. Og þegar ekið er með tengivagn þarf að gæta þess að það valdi ekki truflunum í umferð, til dæmis að geta að taka beygju rétt svo að vagnin skemmi ekki eigur að mannvirki og slasi ekki gangandi vegfarendur.